Sæll og blessaði Jón, hvað segir gott? Blessaði, bara sprækur. Nei, það ekki? Jú. Við erum hérna í beinni, það föstudagurinn, 17. júlí. Hérna, við vorum að ræðum áður en við byrjum að taka upp. Það er hérna Freki Karlar. Og nú ert þú náttúrulega kynama sérfræðingur með master í feminískri starffræði. Akkurat. Þannig að þú hefur margt um þetta að segja. Já, var ekki Sigur Ingi að tala um Freka Karlin? Jú. Já. Sambandi við hérna sambandi við áfengis löggjöfin að þessir sem væri að selja áfengi á netinu hérna þeir væru sem sagt freki kallinn og hérna og svona færi sinu fram og væri að fara á skjön við lög en ég var svolítið að hugsa mig í kjölfara á þessu með hérna þennan sérst freka kallinn og hérna þetta er náttúrulega óskaplega skammarinn að heyri stundum tala svona. Ég held að það sé bara miklu frekar vandamáli okkar samtíma að hérna, við hleypum ekki myndi segja ákveðnum mönnum með vita málum að sko. Einmitt. Og ég fór að hugsa um þetta daginn sem ég var að tala við sko aldraðan mann sem að hérna, vann við mannvirkja að gera alla ævi sko. Það var hérna, við uppsteypu og hann var að segja mér frá því sko, vorum að tala um þetta sambandi við Sundabrautina. Akkur ekki Sundabrautin komin sko. Það hefur verið talað um Sundabrautin frá því áður ég fættist og hún er búin að vera á teikniborðinu frá því sko 90 eitthvað held ég man ekki hvenær, allavega fyrir aldamót er hún komin á teikniborðið og 30 árum síðar bólar ekki á henni sko. Og þessi gamli maður hann vildi alveg meina þetta stæðilega í samhengju það að svona ákveðnir menn sem hefðu til dæmis verksvit og vita og mannvirkjagerð þeir bara fengi til dæmis bara ekki það rýmið af vægi sem þeir haft kannski fyrir einhverjum árum og hérna og til dæmis og alls ekki í stjórnmálunum sko. Og þú fannst svolítið líka að hugsa út í það sko. Þetta er náttúrulega ekki nóg gott til dæmis eins og bara í forustu sveitafélag akkur er ekki meira af fólki sem að hefur vita á mannvirkjagerð og það er kannski oft þessi típa skilur við þekkjum hann að kall sem að þarf að mæðast í svo mörgu skilur að því að bara það er alltaf líka svo, þú veist, þetta er ekki fyrir hvern sem er að standa í þessu, þetta er svo streituvaldandi því að plönin geta aldrei staðist fullkomlega, en þú veist, en við vorum með svona manni svo hérna Gunnar Birgisson, við tökum bara dæmi, sem að örugglega fellur alveg að þessar ímynd, ég veit ekki sko, hvar eru þessi kallar í pólitíkinu líka? Já, þetta er ótrúlega fyndið út af því að það er líka svona, þetta kemur úr ákveðnum svona réttrúnaðar kima. Það er að segja að það hefur verið einhvern veginn svona þótt eðlilegt að tala um freka karla, þú myndir tala um þetta einhvern annan hóp sko, þú veist, ef að hérna Sigurður Ingi myndi tala um Kristrúnu, hann myndi aldrei voga sér að tala um freku kerlinguna eða eitthvað því líkt sko, en freki kallinn, þetta er eitthvað svona, og eins og segi, Framsóknarflokkurinn hefur, og ég veit ekki hvort að tala inn í basan hjá Framsóknarflokknum, að vera einmitt í svona þessu réttrúnaðar algrími að vera alltaf að tala um svona, hvíti forréttindakallinn eða svona þetta, þú veist, þetta rugl sko, en einhvern veginn virðast þeir sko vera að keyra þessu algrími og við sjáum þetta hérna, þetta er hve lengi fær Freki Karlinn að vaða uppi. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins var í viðtali kvöldfréttum Sýnar í gærkvöldi þar sem hann sagði óskiljanlegt að netsala áfengist, þenjist og viðgangist þrátt fyrir það að fallinn sé dómur að hún sé ólögleg og þetta er náttúrulega samhjálp sem að er í einhverjum vandræðum núna með sína starfsemi náttúrulega, en þetta er svo fyndið út af því að það er bara einhver svona viðtekin venja ennþá þrátt fyrir það að enginn taki þetta alvarlega sem hefur að gera með svona réttrúnaðarfræði og ég var með þetta nefna við áður en við líka byrjum að taka upp þegar ég var að horfa á Bill Maher með fjallum þessi mál sko og þar er þessi, þú veist, kritískar kynþáttakenningar og allt þetta rugl sko að við erum búin að gleyma og ég var að horfa, þetta eru klippur frá svona 2020 til 21, 22 og þetta er bara fyrir örfáum árum og maður, sko, það kom mér jafnvel á óvart, þrátt fyrir það að það er fátt sem ég hef spáð mikið í eins og réttrúnaður undanfarin ár, að þá kom mér það samt á óvart hversu ótrúlega biluð við vorum á þessum tíma og það er eins og ég segi, allir búin að, þú veist, að hlæja allir að þessu í dag, en samt sem áður er Framsóknarflokkurinn og þeir eru búin að gera þetta núna nokkru sinnum, mannum að hérna Einar Þorsteinsson gerði einhverja bókun þegar Snorri Másson sagði að það væri til 2 kyn
að þá gerði hann einhverja bókun það að það var alveg ómögulegt og innan borgarinn myndi þetta nú ekki viðgangast og eitthvað svo, og maður hugsa bara, ég veit alveg að Einar Þorsteinsson og Sigurður Ingi telja ekkert þennan réttur hún að vera eitthvað jákvæðan og Sigurður Ingi náttúrulega lendi líka í ákveðnum svona vandræðum með það á sínum tíma þegar hann talaði Vigdísi Hasler á tiltekinn máta í einhverju samkvæmi Góða vinkonu okkar Já, góða vinkonu okkar, nákvæmlega Vigdís geggjuð en ég skrifaði samt pistil það að mér þótti það að vera svona þessi cancel kultúr della sitt sýnist hverjum það ég vona Vigdís verði ekki sár út mig fyrir að segja þetta en þetta með eins og segi freka karlinn mér finnst þetta er svo skrítið Já, og það er líka en þú talar skilur þetta sé breytt en ég menn þessi rétturunar allur ennþá til staðar það sem hefur kannski bara breyst að það er kannski búið að svona aflétta einhverju svona bannhelgi yfir því að gaggrýna það en ég menn þetta er náttúrulega bara út allt og þú veist það eru ég sá var einhver að dreifa á samfélagsmiðlum einhverjum svona kynjaspili fyrir börn sem á vefsíðu Reykjavíkur borgar skilur þú veist ég var eitthvað nei það var eitthvað svona það var svona velta það er að segja það var eitthvað svona spil fyrir börn að velta þú veist ung börn að velta fyrir sig ólíkum kyngerfi þú veist eitthvað í alvöru? Já, er þetta nýtt? Ég hef ekki hugmyndum hvað þetta búið lengi skilur þetta er náttúrulega út alls konar svona furðulegheit og en þessi breytingin svo skilur það er ekki að Þorsteinn Maff vinnuðinn er ekki lengur skilur og framfæri forsætisráðuneytisins Nei, nákvæmlega ég reyndar ræddi við hann fyrir ekki svo lengur ég er búin að reyna að fá hann í þátt á samt Hauki Bragasyni mitt til þess að ræða þessa hluti Fá það báða saman, það verður skemmtilegt Já, ég er að segja það þeir eru mitt halda út í hlaðvarpinu 2 kallar eins og það heitir þar sem þeir tala ágæti eigin sjónarmiða en þetta er, já, þú segir ég líka, það sem kemur mér kannski mest á óvart að svona hið opinbera, embættismenn stjórnmálamenn að hluta til eru ennþá einhvern veginn að keyra á þessu, svo ég nefna aftur algrími þrátt fyrir það að almenningur sé alveg bersýnilega komin með upp í kok af þessari dellu En það kemur ekkert óvart það er líka og eins og ég hef tekið svo ítrekkað eftir því ég held að maður reynir að fylgjast vel með erlendum miðlum og það er svo margt sem hefur breyst sem ég finnst ekki rata inn í umræðana og stjórnmálamenn ekkert kveikja af því þú er mjög mikið talað um innflyndamálin eins og ég held að það er komið 5 ár síðan held ég að austurríkismenn vildu hætta móttöku hælisleitenda því það var að vera að smygla fólki og ég var að benda íslensku stjórnmálamönnum sem voru kannski sammálamanni á þessu umræðu en þú veist það er enginn að fylgjast með og svo kannski allt innu bara almenningsáliti komið okkur allt annað stað en pólitíkin fylgir ekki eftir og svona líka fyrir utan það náttúrulega að þessi stóru mál, menningamál ég meina sem við tala menningastríð þetta er ekkit ennþá komið inn í pólitíkina Nei, þetta er ótrúlega skrítið með þetta högt og ég man bara fyrir ekkert svo löngu fyrir einhverjum 2-3 árum þá kom frétt sem var eitthvað á það leið að 2 Palestínumenn hafi verið teknir í Slóveníu út af mannsalsmáli á íslenskum vegabréfum og maður hugsaði bara með sér hvað er í gangi hérna og þetta náði ekki einu sinni athygli þetta var bara þess að slegið upp og ég held að RÚV hafi verið með þessa frétt og svo var þetta bara, já, þetta er bara gangur lífsins hvað er í gangi hérna? Akkur eru Palestínumenn á íslensku vegabréfum í mannsali með 14 manns í Slóveníu í einhverjum erindagjörðum sem að við höfum ekki, hvernig getur þetta verið staðan? Já, maður líka spyr sig þegar maður tala svona já, þessa freku kalla sem eru örugglega við nei, ég ætla að velta einu fyrir mig eru þeir að slita með þess að stýra lögreglunni já og ég hef líka oft velt fyrir mér undanfarið hvernig er eiginlega æðstu stjórn löggæslu háttað hérna
og ég veit, sko, maður er ekki lagst yfir það, sko, en maður er bara virkilega efasemtur að það sé verið að það sé hérna nú vel staðið að málum, sko, líka hvað það var það, sko það var líka fróðlegt hver verður lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Ég man nú ekki, það var einhver að segja þetta við mig daginn og var einmitt að velta því fyrir sér byrju, það búið tvöfaldast magnið af erlendum glæpaklíkum á landinu og svo kom víst líka fram að þessar glæpaklíkur sem eru komnar núna til viðbótar eru svona, hvað ég var að segja, þeir eru miklu svona aðgangsharðari gagnvart okkar siðavenjum og öðru en það er einhvern veginn og eins og segi Þorbjörg Sigríður segist vera að taka á þessu lögreglan segist vera að taka á þessu en aftur á móti þá er bara mjög vert að spyrja sko, hvernig komust við á hana stað bara eins og þú segir sko. Bara hvernig gat þetta gerst að við gátu komast á stað og þá veltum maður með fyrir sér veist, hvað er í gangi innan lögreglunar þegar að þetta er staðan sko. Já og maður líka þú veist þar sem sé bæði hvernig gátum við komast á stað og hvernig ætla menn að vinda ofan að því skilur og það er líka bara hvar er mér finnst að þyrfti að vera miklu mér skýrari svona pólitísku vilji til þess að uppræta og að því þetta er eins og mér finnst ég verið að hlusta í svo mörg ára og þess að skýrslu ríkislögreglustjóra það sem er að tíunda einhvern fjölda af glæpagengjum sko en mér finnst alltaf vanta skilur þá yfirlýsingun það hvernig ætla menn að takast á við það og það sem mér finnst einhvern veginn sko til minnst bara eitt sem að ég skil ekki af hverju er ekki meira bara til umræðu að því að mér finnst einhvern veginn ástandi vera þannig að það þurfa að grípa til einhverja miklu harðari úrræða af hverju ósköpunum þú veist ég er ekki bara tekin vegabréf sko Já, ég bara skilða ekki. Hér er bara fer meira meina, ég veit ekki hvort að það er eitthvað 90% fer bara eitt hlið í Keflavík, sko. Og það, og mér finnst ástandið vera þannig að ég bara vil ekki að glæpamönnum sé leyft inn í landi. Það eru allir sem að komast í kast við lögin eru á listum Europol og Interpol og ég vil bara skima það og vil ekki gleypa mig að inn, sko. Og það getur við sko örgulega upprætti þetta á einhverjum tíma en þá kemur á móti, sko, mér finnst þetta að vera þú veist þessum, við þurfum að horfa á sko, hvað erum við tilbúinir að horfa upp á mikið af sko fólskuverkum og skilurðu ofbeldisverkum skemmdarverkum ránum og gripdeildum skilurðu nauðgunum og guðmavita hvað versus það að þetta sé opið og frjálst, skilurðu, það sé að þú veist að sko, þetta er auðvitað bara eitthvað sem þarf að vega á vogarskálum en mér finnst, fyrir mér finnst að blasa við, sko og talandi vegabréf sko, ég fór nú í fyrra, ég flög frá Rennes í Frakklandi yfir til Dýflinnar sem fór út fyrir Schengensvæði, skilur bara pingur til flugvelli og það sem er vegabréf sko. Og þetta var þetta fyrsta skjálkið della að ganga í Schengen og við þurfum ekki að vera þar sko, það er ekki rýrar þar til að mynda. Já, ég meina sko í það minnst að þá var alveg hægt að taka mið af einhverjum nýjum raunveruleika sem að augljóslega er fyrir hendi og það þarf ekki mig til að segja það bara stjórnmálinn í allri Evrópu, eins og ég var að tala við hérna Teit Atlason og hann var með þetta að segja að allir þessi svokallaðir öfgahægri hópar sem eru bara mjög sósíalískir í eðli sínu að mörgu leyti sko, en aftur á móti eru svona með miklar athugasemdir gagnvart útlendingalöggjöf í þeim löndum sem að þeir eru að starfa sína flokkspólitík en það sem er kannski áhugaverðara er að núna erum við bara, eins og segi, í allt öðrum veruleika í allri Evrópu og ég man ekki við hvernig ég var að tala um einhvern stjórnmálumann hérna fyrir ekkert svo löngu og sá hérna og viðkomandi sagði eitthvað á þá leið sko, ég meina, vilt þú bara gefa upp þau svona verðmæti sem að felast í því að þegar þú kemur inn í landið að þá þarftu ekki að sýna vegabréfið þitt og ég hugsa með mig bara ef að fórnarkostnaðurinn á því að vera ekki að sýna vegabréfið mitt inn á leifstöðu sem tækir mig einhverjar nokkrar viðbótar mínútur að samfélagið mitt sé í staðinn örugt þá að sjálfsögðu vil ég bara sýna mitt vegabréf þegar ég kem aftur heim eða jafnvel til þess land sem ég hyggst heimsækja og ég tel það ekkert vera neinn lífsgæði að þurfa að búa við einhvern allt annan veruleika og þann veruleika sem er núna komin upp í flestum Evrópulöndum sem ég tel bara sé algjörlega ótækur að þá er ég bara alveg til í að gefa upp þau lífsgæði að staldra við í nokkra mínútur á flugvelli
til að sína vegabréfið mitt sko. Já, en svo líka bara sem sagt, við sjáum bara þessar tölfræði og náttúrulega allir þessu umræðan sem er búin að vera allir með svona bara til að mynda svona gripdeildir og eða hérna eða þess að rán í búðum til dæmis og þá eru menn svo dæmigert fyrir Ísland, menn eru svo mikið að bera sér saman við sko stórborgir nágrannalandana sko. En ég meina glæpatíðni á ekkert að vera hærri hér heldur en í Færeyjum eða Norður-Noregi sko. Við erum bara alltaf stað sko. Og mér leiðist þetta tal sko, menn einhvern veginn er alltaf að setja sig í það spór að þið sé einhverju stórborg sko, og það sást náttúrulega vel þegar maður sá þetta líka þegar maður var að borgarfulltrúi sko, þegar borgarfulltrúarnir voru að fara í heimsóknir í einhverja borgir sko, það var alltaf að vera að fara þau fóru einhvern tíma til San Francisco og skilur þú veist, sá alltaf Reykjavík fyrir sem einhverja stórborg en hún er náttúrulega bara óskup lítill bær sko. Já, einmitt. Nei, ég man nú ekki hérna, hvað heitir aftur borgarstjórinn í hérna hann hérna, já, Sadiq Khan hann sagði einhvern tímann á þá leið að hérna, að fórnarkostnaðurinn af því að hryðjuverk var að eiga sér stað væri bara út af því að London væri svo mikil stórborg sko. Ég man nú ekki nákvæmlega kvótið en það var allavega að lesa í þetta þannig sko. Og það er eins og þú segir sko, við erum ekki einu sinni stórborg sko. Við ættum ekkert að vera að þurfa að standa í einhverju sko alþjóða glæpastarfsemi sem að tegir anga sína svona langt og eins og segið, við erum eyja, við ættum að geta tekið miklu betur á þessum málum. Einhverju myndi þá færa rök fyrir því. Já, ég meina Þorbjörgsíður eru vissulega að gera það er verið að senda fanga úr landi á einhverja reynslu lausun eftir þriðjung dóms eða eitthvað því líkt, ok. Svona svolítil heimspekileg hérna pæling hvort að það sé gott að fólk getur komið hérna og brotið af sér og þurfa ekki að hérna afplána sinn dóm en í staðinn þá erum við þá að losna við úr landi og þá ættu þeir ekki að komast aftur inn. En mér finnst bara svona í breiðari strókum og þetta er eins og hefur náttúrulega verið fjallað með Bretlandi að þá er bara mjög samofin sko hælisleitendakerfið og glæpastarfsemi þar sem að þeir virðast ekki geta tekist á við út af því að þeir vissulega segja jú, við viljum ekki að bátarnir séu að skila sér yfir hérna, landamærin frá Frakklandi og við viljum ekki vera að fá hérna þetta fólk inn en ef þú kemst inn að þá færðu framfærslu og húsnæði og annað. Og maður sem þessi bara en ef við mátti taka þetta úr gildi að þá væri þessi vandi ekkert fyrir hendi. Nei og akkur geta mér ekki tekist á þann. Þetta er eins og ég veit ekki hvað þú sást þarna lagabreytingun í Svíþjóð, það er búin að vera svolítið umræði í Svíþjóð síðustu daga í sambandi við það þar að segja núna er að það var einhver þar að segja þú getur ekki fengið dvalarleyfi eða ríkisborgarétt ég man ekki hvort það var í Svíþjóð ef þú hefur beitt konuofbeldi og hérna sko en þá spyr maður bara móti af hverju ósköpunum sko erum við ennþá að taka móti hælisleitendum í þessum stíl sko þegar menn sjá að þetta er náttúrulega bara sko eins og Austurríkismenn áttu þessu á og að það væri verið að smygla mikið fólki af hverju ósköpunum sko við förum ekki bara í gamla sko kerfið sem var miklu betra við bara veljum þá fólk sem viljum fá til okkar og aðlögum það íslensku samfélagi sko vegna þess að þetta er náttúrulega sko hér er búið að búa til alveg sko þannig þjóðfélagsvanda hann er mínu viti sko óleysanlegur vegna þess að þetta er það stórir hópar og það er ekkit verið að sinna neitt aðlögun sko og fólk bara heldur sig innan síns samfélags þau eru þá náttúrulega fjölmenn sko. Það er heldur ekkit verið að gera hennar kröfum aðlögun. Nei, það er það sem að fer sko. Kannski mest fyrir brjóstu af mér hafandi svona komist í tengsluðan að veruleika en gegn hnefalega þess að ég er bara með fólk frá mjög frábrunum menningarheimum en aftur á móti tel ég til dæmis hnefalega að vera frábærir í því einmitt að takast á við þetta verkefni en ég tel til dæmis að hnefalegar og íþróttir séu margfalt betur til þess fallnir heldur en einhverjir inngildingar sérfræðingar sem að gera bækling sem að enginn kann að lesa sko. Þetta er, maður er einhvern veginn mann fallast svo hendur þegar maður sér þetta svona kröfuleysi og þessa dellu sem er að eiga þessi stað og er náttúrulega búin að og hefur náttúrulega að gera með hennar réttrúna sem vorum að tala í byrjun sko. Það sem að þú þarft einhvern veginn að vera eingilda og við búum í fjölmenningar samfélagi og við erum ekkert fjölmenningar samfélagi þetta er bara eitthvað bull hugtak sem er bara annað orð yfir balkanization
og það ekki sjálfbært að vera með þessa þróun, alveg sama hversu mikið þú vilt að þetta sé raunveruleikinn, að þá það bara ekki raunveruleikinn og hefur ekki verið sko sögulega raunveruleikinn, en heldur ekki náttúrulega bara í okkar nánasta umhverfi sem Evrópa, þar sem að stjórnmálin snúast einvörðungu þetta, en samt erum við að heyra þetta bull hugtak ennþá nota bara, já við erum fjölmenningarsamfélag, ég bara ok, hvað er fjölmenning þá fyrir þér? Myndirðu hérna horfa til þess að við ættum að horfa í hina áttina þegar það kemur að kynfæra svona mutilation eins og það heitir á konum? Myndirðu telja að svona klæðaburður kvenna eins og þú veist núna eru jafnvel þeir sem að segjast helst verið að tala fyrir kvenréttindum, jafnvel að segja eitthvað á það leið að sko búrkan sé bara eitthvað svona valkvenna, en að sko ef að hérna einhver kona málar sig eða á einhvern tiltekið máta, þá hún umvafin í hérna styðjandi kvenleika sem að skapaður af feðraveldinu til þess að barngera konur út af því að þeir eru í eðli sínu barnanýðingar, og þetta alveg að tala úr þessum fræðum, en þegar kemur að búrkunni þá bara, nei, það nú bara valkvenna, þú veist. Þetta einhver svona brandaraheimur, og eins og segi, ef að konur sem að segjast berjast fyrir kvenréttindum geta ekki horfst í augu við veruleikann sem hefur að gera með hijab og búrkuna, að þá hefur þú ekkert kvenréttind að segja. Þú veist, þá ertu bara búin að stimpla út úr umræðinni, sko. Já, og svo skil ég heldur ekki, sko, og já, ég skilur þetta alveg hvað hefur gerst, sko, en það svo vont að við erum ætlum ekki að læra af reynslu hinna Norðurlandana, sko, og mér finnst bara í svo mörgu við erum bara ekki að fylgjast með því sem að gerast þar, sko, og það hefur orðið svona einhvern rof í því sambandi, sko, ég vil að meina að þessi tekist meðal þeim sem hættir að lesa skandinavísku málin og bara fylgjast dagstælega með umræðu í Skandinavíu. En ég meina, þú veist, en það með þess að bara Danir ég tók þetta Svía á þessi dæmi, það er náttúrulega allt í klessu of hvað þessi mál var að fara, en Danir hafa tekið þessi mál með föstu tökum og þeir eru mjög harðir í, sko, varðandi alla aðlögun og varðandi tungumálanámið og það er ekki bara aðstóð, það er líka náttúrulega að gera kröfur að þú náir árangri, skilur, þannig að það séu próf og mjög gott hjá Snorra núna í vetur að ljá máls á þessari umræðuvarandi ríkisborgararéttin, sko. Þetta auðvitað engin hemja við sem að veita fólki ríkisborgararétt sem talar ekki íslensku. Þessi próf eru bara til málamynda og ég tók einhvern pistli dæmur úr þessum prófum, sko. Þetta bara svona eins og sko nemendur, þetta svona kunnátta eins og nemenda sem eru að læra þriðja tungumál í framhaldsskóla, skilur, á fyrsta ári, sko. Þetta er engin þekking sem ger krafu. Ég vil ganga miklu lengra. Ég vil bara gera eins og gert í Quebec í Kanada. Ef þú flyst þangað eftir halvt ár eða eftir 6 mánuði, þá munið opinber ekki þjónustaði á öðru tungumáli en frönsku. Af því að þú veist, það bara, þeir líta svo á og það sé bara, það er ríkismálið og til þess að við getum hér verið í sama samfélag, það verðum að skilja hvert annað á sama tungumáli. Og svo getur líka náttúrulega, þú getur náttúrulega bara, þú lest náttúrulega mikið heimspeki að við getum líka bara tengt það við eins og bara það sem Wittgenstein sagði, skilur bara hugarheiminn, hugarheimurinn okkar er mótaðar af tungumálinu, þú veist, það er svo orðin hafi ekki sömu merkingu og það er einn forsenda fyrir þess að við getum skilið hvert annað við tölum sama tungumálum og ekki bara til þess að geta átt í daglegum samskiptum heldur vegna þess að við getum skilið hugsunarhátt hvers annars, sko. Þannig að þetta er algjört lykilatriði, en þetta ekki, þessi krafi ekki uppi og við erum ekki eins og með staðlaðum þetta, sko, eða próf með þess að ríkisútvarpið það ræður fólk sem kona sem þulur þar sem ekki með, sem talar ekki rétt, sko, skilur, þú veist, við erum ekki eins og með og þó vegna þess að íslenskan ekki bara ritmál, hún líka talmál, sko, það þarf að vera réttar áherslur, skilur, og við þurfum að vera með þessi próf og við þurfum að gera ólíka kröfur til ólíkra starfa, en það verður að gera kröfur. Já, nei, ég menna, það er eitthvað sem ég hef náttúrulega oft rætt sko, sem er þetta kröfuleysi, sko, en færum okkur aðeins í þín verk. Þú skrifar inn á Eyjunni, hvað þetta að fróða ESB og þú skrifar einn áhugaverðasti angi Evrópusambandsumræðunnar eru raddir framliðina fyrir ekki. Guðjón Friðriksson og Hannes Hólmsteinn Gissurarson tókust á það hér á DFF á dögunum.
hvað Jóni Sigurðssyni forseta hefði þótt aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hannes svaraði líka pistli nafna síns Péturssonar sem birst hafði á Vísi, þar sem Snorra Sturlusyni Gissuri í Jarli Þorvaldsinni og Einari Eyjólfssyni þverægingi var blandað í málin. Næsta skref hefði verið að kalla til skyggnismiðil og heyra í þeim öllum, láta þá jafnvel setjast á rökstóla og gefa út bók, svona eins og þegar að Guðrún Jónsdóttir komst í miðlissamband við Ragnheiði Brynjólfsdóttur og úr varð metsölubók ársins 1973 og ef til vill mest selda bók hér á landi. Og þú talar hérna forfeðinar sem að hefðu eflaust eitthvað það að segja sko hvernig ESB umræðan að þróast. Hérna svo gerir þennan pistila eins upp sko, hann langur, hann ekkert svo langur en hérna Ég skrifa ekki langa pistla. Nei, þú skrifar ekki langa pistla. En hvað það að segja þannig? Ég held að vera Þorsteinn Pálsson sem byrjaði á þessu, talaði hérna var að velta upp viðhorfum Jóhannesar Nordal, þú manns kannski til því hérna daginn og það vakti svolítið hörð viðbrögð og svo kom hérna Guðjón Friðriksson og fór að tala hvað Jóni Sigurðssyni forseta, hann hafði skrifað ævisögu hans og þá kom Hannes Hólmsteinn líka og svo náttúrulega í þessum pistli hérna sem að kannski flestir hafa nú kannski sem að hlusta hann og lesið eftir Hannes Pétursson skáld náttúrulega feikna vel skrifaði pistill en ég er nú ekki sammála niðurstöðunum en þá fer hann að gera umtalsefni sem sagt skrif Hannesar Hólmsteins Gissurasonar hérna Snorra Sturluson og Einar Þveræing og fer að blanda þessu öll sko starra segja hérna svona kannski viðhorfum sko þjóðveldisaldarmanna og hvað þeim hefði mögulega þótt þetta allt saman og ég var eiginlega að hafa þetta bara í flimtingum sko og var eitthvað gantast með þetta bara á X-inu hvað þetta væri nú eiginlega hjákátlegt allt saman og hvort maður ekki búin að kalla til skygni miðl og þetta bara halda miðilsfund og það er alltaf fyndið reyndar sko að ég var að tala þessa bók hérna Ragnheiði Brynjólfsdóttur, dóttur Brynjólfs biskup sko sem að á þetta barn þarna með Daða og þetta er náttúrulega mikið svona dramatík í kringum þetta er náttúrulega ótrúlegt hvað Íslendingar sko eru skrýtnir að mörgu leyti að sko, og alltaf því að spiritismi var svo mikil en maður er búin að gleyma þessu, það var ekki tabu orðið bara í okkar samtíma sko en sko, og það var svo mikið af svona hátsettu fólki í þjóðfélaginu sem var að kafi í andatrú sko, og var á miðilsfundum og mér er þess að sko, ég held að bara sko, allan tíma og mjög stór hluti presta voru spiritista líka sko, voru að kafi í tala við anda og svo kemur þessi bók út þessi kona sem telst til þess að vera komin í sko miðilsamband við Ragnheiði Brynjólfsdóttur og þetta verður mest lesta bók ársins 73 og ég svona þetta er eitthvað svo þú heyrir sko svona ég er búin að gleyma þessu sko og þetta er feimnismál sko ég sé að svona þessi bók hún er svolítið horfið og bókahillum hjá fólki sko en sko og ég var ekki að hafa þetta í flimtingu en svo fór ég að hugsa sko að þetta er ekkit alveg algalið að velta fyrir sér viðhorfum sko ekki beinlínskalkina til Evrópusambandsaldar en við séum líka sko allavega eins og viðhorf fyrri tíða manna séu líka umræðin vegna þess að sko við erum ekkit fyrsta kynslóðun á Íslandi hér hafa menn búið frá því frá því allavega með fastri búsetu frá því sent á 9. öld og búið til samfélag sem ég finnst stórfenglegt sko og stórkostlega menningu og við erum í tengslum við þetta allt saman skilur og við getum einhvern veginn ekki sko við eigum kannski ættum gera miklu meira því að vísa til þessum fyrri tíða menn hafa sagt hlutina og velt fyrir sér og ekki endilega kannski beinlínis aftur til Evrópusambandsins en það getur varpað ljósa á ýmislegt sko og það meðalans með Einar Þveræing, ég veit ekki hvað menn mun eftir honum sko en Einar Þveræingur er Snorri, við þekkjum það bara í útgáfu Snorra, það er að segja Ólafur Helgi Noregskonungur þegar setna Ólafur Digri var svo stýrlingur, þjóðadýrlingur Normann og kannski Norðurlanda og 60 kirkjur á Íslandi helgaðar Ólafi Helga þannig að það var mjög mikið tignaður hér líka en hans í lifandi lífi er svona einn af þessum konungum sem er sko dýrkaður mjög mikið sko þannig hann er verið þannig afbröðamaður og hersöðingi sko konungar fannst hersöðingi þess vegna við erum ekki konung við þurftum ekki konung sko en hann sem sagt sko er með einhverja ásælni hér það er að segja hann vill Íslendingar játi sér skatt sko og gefi sér Grímsey
og menn eru svo hrifnir á hann, menn eru virðast vera til í þetta sko, margir og þarna á Alþingi hvað, það líklega hefur þetta verið 1024 þessi ræða hefur líklega verið flutt, hún hefur lifað, það að segja þessi minningin þessa ræðu hefur lifað sko, þannig að það eru með fyrir ritöld sko, og Einar Þveræingur, hann flytur virðist hafa flutt ræða sem hann talar fyrir mönnum sko, því að konungar eru misjafnir sko, þú veist, þó svo þetta sé góðu konungur, þá koma aðri konungar og ef konungur fari Grímsey, þá getur hann haft þar her og það ekki víst að bændum til að mynda Norðurlands sko muni, það að segja að þeir muni búa við sama frelsi sko ef það herlið konungs þarna skammt undan landi sko og þannig að það verður ekkert úr þessu og svo velta maður fyrir sér trúverulega sko, ég get ekki ímyndað mér annað en að þessi umræður verður átt sér stað sko, en hún er bara til í búningi Snorra sem færið í letur kannski 200 ára síðar eitthvað svoleiðis, en þetta alveg aktúelt og ég veit að Hannes Hólmsteinn hefur dreigið þetta reglu umræðan og ég held að sé alveg með réttu, við getum alveg velt þessu fyrir okkur og það ástæði fyrir því sko að Jón Sigurðsson notar ræðu Einars Þveræing sko í hugveiki til Íslendinga sko þegar sem svona upphaf sjálfstæðisbaráttunnar og það líka ekki tilviljun að andstæðingar aðildar Íslands af Atlantshafsbandalaginu og andstæðingar varnarleysins, þeir nota þessa ræðu sko, við sjáum alveg, þetta er alveg svona sko, þú veist, ef við erum elda fyrir okkur sko þjóðfrelsismálum þá er þessar röksemdir alveg við á öllum tímum sko, þannig að svona ég held að og svo komum við líka náttúrulega bara svona, sem kannski bara svona kjarnin í þessu öllu sem þetta það, við skiljum þetta tungumál. Já. Og það líka, við skiljum hvað sem sagt þetta sem við skiljum hvert orð af því sem Snorri skrifaði, það útilokað, þetta væri útilokað fyrir sem sagt fólk í öllum nágrannalöndum okkar að skilja fornan texta. Akkurat, og það var náttúrulega líka bara velti maður einmitt fyrir sér sko, ég nú ekki að fróður og þú í þessum efnum sko, en með ESB út af því að það eins og að sko það allavega mín tilfinning að þessu umræðum með allavega það sem að vera að reyna að setja fram að það sé einhver sko þvermóðska að telja Íslandi betur borgið utan ESB. Frá mínum bætir ég horfi sko, ég vissulega tek til greina fullveldismálin, ég tel aftur á móti þau ekki vega þyngst einfallega út af þeirri skaðsemi sem að regluverk ESB að þeirra eigin sögn, en það svona sérstakt í þessu sko að til dæmis já í ágúst orðið svona, ég veit ekki alveg hvernig á að lýsa því, en það eins og einhver sé sko bókstaflega heimskur af þvermóðsku að ætla sér að segja nei ágúst, bara nei, ég tel bara skrefi þessa átti ekki vera rétt og þá mætir bara fólk og segir bara vilt þú ekki að börniðin eigi fram og maður, þú veist, þetta svo mikið efstastigs og að sjálfsögðu á það líka við þá sem ætla að segja nei ágúst að maður sér alveg að fésbókar síðum ákveðna svona brjálæðinga vera mitt á kommentakerfunum að vera sér svona málstannum og sjálfum sér ekki mikið til sóma, en jafnvel af þeim sem eru svona standa fremst í umræðum það að vera í einhverjum svona hópi og þannig að þau eru rosalega mikið í efstastíðinu, það er bara þvermóðska og heimótaþáttur að ætla sig að segja nei í ágúst og ég svona, þetta eðlileg framsetning? Nei, en hún ekkit nýja nálinni, skilju, þetta sko, svona hafa Evrópusambandssinnar talað sko frá því að ég fór að hlusta á þessu umræðu sko. Fyrir aldamót sko, þú veist og það var líka, en það eitt sem maður kannski heyrir minna af sko, það var, ég veit eins og Þorvaldur Gylfason talaði þetta væri bara einhver söguleg nauðsyn sko, og hann sagði einhvern tímann í pistli sko að Íslandi ætti að gangi Evrópusambandið hvort sem það væri sko beinlinis hagstætt eða ekki, skilur, af því að það væri að Ísland bara ætti að vera í Evrópusambandinu sko, sem var svona efnislega sem að sagði einhvern tíma sko, en svo náttúrulega svo sjáum við náttúrulega líka núna sko, þú veist náttúrulega sko, þessa leikjafræði að taktík að stilla þessu upp svona seint að sumri og þetta raunlega, þú segir já
en það snýst að sjá þannig að þú veist, það einhver svona einhver hérna og það eiginlega svona ég sko mest og það eiginlega svolítið grátlegt hvað mannum tekst einhvern veginn að halda þú veist, þessari hérna þessari þvælu gangandi sko, með að þetta að þú veist, það að sækjum aðild að Evrópusambandinu snúist ekki það að ætla sér að gangi í Evrópusambandi sko, þú veist, það er að því það er náttúrulega bara, þú veist, við eigum ekki að þurfa að vera ræðið á þessum nótum sem það liggur alveg fyrir að menn eru þá að sækjum aðild sko, það er ekki til sem heitir könnunarviðræður sko, og mér finnst einhvern veginn svona, já, í alvöru tala ætlum við virkilega að vera fastir í þessari umræðu sko. Já, nei, ég var þetta með sko, að einhverju leiti líka sko, ég var með Jónas Hagan hérna í gær sem var það viðkunnarlegur að það var bara erfitt að takast á við hann út af því að hann er mjög viðkunnarlegur maður, en þar var mitt sko, vorum við að fara yfir þetta og það er líka eins og þú segir sko, eins og þetta sé bara að kíkja í pakkan og þá skil ég það alveg sko, hann er fyrirtækjaeigandi og hann segir bara ég er ekki að fara að skrifa undir eitthvað plagg án þess að vita hvað felst í því og ég skil þá röksemdafærslu en aftur á móti þá þykir það mér að bara vera ákveðin skamsinn í því hverju, þú veist, í hvaða felst að segja já til dæmis í ágúst út af því að ef að fólk segir já í ágúst þá álíta þeir sem að fara með svo umboðið til Brussel að það sé stuðningur við það að ganga svo skrefinu lengra að það sé komin einhver sjálfkrafa stuðningur við það og ég veit alveg að fólk myndi segja nei, það er ekki rétt hjá þau sko, þetta hefur ekkert með það að gera þetta því að það eru mjög margir sem að myndu bara segja nei við aðildarsamning og Kristrún segir bara nei, ég ætla bara að segja nei ef þessi samningur verður ekki góður en af hverju er þetta þá ekki í það minnsta ígrundað að einhverju leiti fyrirfram af hverju er ekki spurt Evrópusambandið hvort að þeir séu tilbúin til þess að skoða einhvers konar undanþágur áður en við göngum í einhverjar bara eins og normenn gera það þegar núna er oft flekt fram í umræðina bara já nei Noregur sagði sko tvísvar nei í þjóðaratkvæðagreiðslu já en þeir gerðu þetta aldrei svona og það er þessi svona forskrift sem að mér hugnast ekki út af því að það er verið einhvern veginn að svona þrepaskipta þessu að við séum svona fyrst að fara að kjósa það hvort að við eigum að fara í aðildarviðræður ég myndi bara, nei, af hverju athugið það ekki bara fyrirfram, hvort við fáum undanþágur í sjávarútvegi og síðan getum við kosið það hvort við ætlum að ganga þann inn. En ef við reynum að horfa á þetta frá sjónarhóli, sko, Evrópusambandsins sjálf, sko, veist, ef við værum bara háttsettir kommissarar í Brussel, sko, myndum við vilja standa í þessu, sko, myndum við vilja fara að standa í viðræðum við Íslendinga, þar að þeir segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vitandi það að það sé að þeir sætta sig ekkit við hérna til að mynda fiskveiði stjórnunarkerfið sem þar er við líði og náttúrulega hafandi náttúrulega líka reynsluna frá 2009-10 sem sagt hérna af því hvernig það fór og vitandi það líka skilur þú veist það eru ráðherrar í ríkisstjórninni sem eru andvígir aðild og munu ekki taka þátt í til dæmis hérna allir þeirra aðlögun sem þessum aðildarviðræðum fylgir eins og við sjáum eins og Jón Bjarnason hún dreigði fram hann og rætti þetta við hann sjálfan sko, það er mjög athyglisvert sko, hann þarf að segja hans andstæð átti kannski líklega stærsta þátt í að þetta eiginlega bara það varð ekkert meir úr þessu sko það er svolítið skondýrindar sko það er svona heyrt svona suma svona hörðustu stuðningsmenn hérna Evrópusambandsins sem eru svona kannski, þá er ég meina sem eru svona forhertir stuðningsmenn, þeir eiga til alveg fróðufella það minnst á Jón Bjarnason hann er alveg svona höfuð andstæðingurinn en ég meina hann var bara sem pólitíkus bara trúr sinni sannfæringu og ætlaði ekki að taka þátt í þessu og þessu var bara sjálfhætt og ég meina, akkur ætti Evrópusambandið að vera til í þetta og ég nefnilega ekkit vissum að svona helstu forystumenn og þá meina líka forystumenn sko ríkjana séu eitthvað virkilega áfjáður í að standa í þessu sko. Nei, það er líka annað í þessu sko sem er hérna sem að fer aðeins fyrir brjóstið á mér sko sem að er og það er aðeins byrjað svona að nefna þetta og ég er alltaf svona ok, þetta fer verulega í töðun á mér að EES-samningurinn sé einhvern veginn undir
og það ekkert margir búin að vera að tala um þetta, en aftur á móti að ef að EES-samningurinn undir að þá það þessu ferli að kenna út af því að hann var ekkert í hættu en núna verið að tala um það að EES-samningurinn dugi ekki, við getum ekki verið að keyra á þessu algrími að í þessum óstöðuga heimi séu við einhvern veginn að horfa á aðstæðunar sem óbreyttar og ég bara ok en aftur á móti að þá sko þegar að þessi ríkisstjórn tekur við að þá fer Evrópusambandið og brýtur á EES-samningnum og ég velti því fyrir mér ef að það hefði ekki verið ríkisstjórn sem var mjög hlynnt EES-samningnum hefði komið til kastana að Evrópusambandið myndi brjóta á EES-samningnum gagnvart kísilmálmi og ég bara einhvern veginn sé það ekki alveg fyrir mér. Nei, kannski, þú veist, og ég skal bara fúslega viðurkenna, þetta getur verið della hjá mér en aftur á móti þá það mjög sérstakt að það komi strax í kjölfarið og að til umræðu kemur að EES-samningurinn dugi ekki og eitthvað fleira sem að samt sem áður sá samningur sem á að vera hvað bestur fyrir Ísland og ástæðan fyrir því að við höfum það hérna gott sko. Já, ég meina þú veist það er að segja hann felur í sér aðildina innri markanum og svona bara gagnvart kannski svona þorra almennings þá held ég að það sé það sem að svona það sé ekki þorra fólk sem að kannski bara venlust fólk sem fylgjandi aðild og þá það eina sem væri þá sem að hefði kannski svona viðbótar áhrif til góðs væri þá það sem væri þá upptaka evru sko en hvað annað eiginlega skilur þú veist það er náttúrulega margir það er svo margir gallar sem fylgja þessu sko sem það meina bara svona út frá íslensku sjónarmiði hvað var það kostnað og varðandi varðandi aukið og íþyngjandi regluverk varðandi allt mögulegt sem að þeir segja sjálfur sé ástæðan fyrir því að þeir eru að dragast á samkeppninni. Já, en ég nú tala bara allt mögulegt svona íþyngjandi sko, það ekki endilega sem tengist atvinnulífi, líka bara tengist bara fólki eins og bara hvað var það sem sagt eins og umgengni við sem sagt vilt dýr, það er að segja drápa á viltum dýrum og alls kyns svona sem við höfum bara stjórnað sjálfur sko, það sem bætist ofan á sameiginleg náttúrulega það er að segja tollastefna, það er að segja þannig að þá verðum við ekki lengur með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem dæmi sko, sem við þetta getum nýtt okkur miklu meira sko. Þannig að hvernig heimurinn að þróast allavega. Já, ég veit ekki sko, mér finnst þetta að vera svona og auðvitað náttúrulega umræðan bara snúast þetta skilur, bara hvað finnst maður Evrópusambandið og ég hef alltaf borið mikla virðingu fyrir fólki sem og skoðunum annara skoðunum þeirra sem aðhyllast eingöngu Evrópusambandið en við skulum bara ræða það en ekki könnunarviðræður sem ekki könnunarviðræður. Nei, þetta líka sko, ég meina ég hef verið ég ætla ekki að segja hlindur en ég hef alveg verið svona skotin í umræðinni þetta og það því að ég skotin í umræðinni það að skipta gjaldmiðil sem töluvert stærri umræða en eða þá að tengja íslensku krónuna við einhvern annan gjaldmiðil, hvernig sem að því líður en það sem svo og ástæðan fyrir því að ég vil ekki til dæmis ganga inn í Evrópusambandið í fyrsta lega út af því ég held að það ekki nauðsynlega forsenda til þess að tengja gjaldmiðilinn við einhvern annan eða þá jafnvel að skipta en líka og eins og ég nú að fara að gefa fyrsta þáttinn út núna í dag sem að kemur út klukkan 4 í dag sem fyrsti þáttur af 8 Draghi-skýrsluna þar sem ég að gera henni skil. Já, vel gert. Já, takk fyrir það. Og þar sem ég mun í rauninni bara fara yfir skýrsluna, efnistök og tengja það svolítið við Ísland og reyndar örfá önnur rit til þess að styðja við þetta. En það mitt sko og eftir að hafa lesið þessa skýrslu og núna verið að lesa hana ég ætla ekki að segja nokkrum sinnum yfir en nánast út af því að ég að reyna að gera þessa þætti en þar kemur bara fram og þetta að forskrift Evrópusambandsins að vandamál Evrópusambandsins út af regluverki Evrópusambandsins það ekki utanaðkomandi aðstæður sem að hafa með þetta að gera og þess vegna finnst mér svo rosalega skrítið að
þessi skýrsla nái svona hún nær einhverjum umræðum hér á landi. Ég er nú að vona að þessi þættir munu hérna bæta það, en það sem svo skrítið að þetta skýrsla sem kemur frá Evrópusambandinu Evrópusambandið. Við erum að hugsa að ganga það inn, og þegar ég spyrja vel sko stjórnmálamenn og aðra hvort þeir eru að lesa skýrsla, bara nei, ég nú eitthvað aðeins glugga í hann og ég eitthvað glugga, þetta algjör sko grunnforsenda fyrir því lykilgagn í því hvernig við ættum að haga okkar málum. En þetta bara svona jásinnan segja, já, nei, það rosalega flott að þetta sé komið fram út, en núna veit Evrópusambandi hvað að, og reyndar veit það ekki hvernig þeir hljóma reyndar þannig að þeir veit ekki alveg hvernig á að takast á við það, því að Draghi nefnir það þurfum við að minnka vægi smærri landa til þess að taka ákvarðanir. En neysinnan segja að þetta sé ástæðan fyrir því að þetta sé allt ræðilegt, og ég svona segja að þetta nú ekki alveg að benda til þess að allt sé ræðilegt, en hins vegar regluverkið sem nú ástæðan fyrir því að við ætlum að ganga þann inn. Við erum ekki að fara að hafa áhrif, þannig að við erum að fara að gangast inn í þetta að taka upp þetta regluverk, og þegar þeir segja þetta alveg ræðilegt regluverk og ástæðan fyrir því að við erum að dragast á samkeppninni, að þá segum við, já, hvað skrifa ég undir? En mér finnst þetta ótrúlegt. Já, en svo veitum við ekki hvernig Evrópusambandið getur þróast, skilur, ég meina hvað ef til að mynda ef Le Pen yrði forseti Frakklands, skilur, og já, þú veist, ég meina maður veit það ekki, sko, það getur vel verið að þetta eigi eftir að hægja á þessum Evrópu samruna, sko, líka, og það kann maður alveg segja að hafi alveg hægst á honum, það að við vorum kannski meira fyrir einhverjum árum og hraðbyr inn í kannski nánari samvinnu. Ég sem segi bara til að tekja undir það, ég hef verið heillaður af hugmyndinu sameinaða Evrópu að mörgu leyti, sko, og sérstaklega náttúrulega þetta þessu hugmynd með að Frakkar og Þjóðverjar næðu vel saman, sko. Já. En og það líka svolítið áhört líka sem að sé hvernig umræðin mismunandi eftir löndum, sko, maður er svolítið gaman að skoða söguna, sko, að þetta var náttúrulega umfram allt bandalag kaþólsku ríkjana, sko, upphaflega, sko, og það að segja og leiðtogar þess að landa ná saman, sko, að því þeir eru þú veist, eftir síðar heimsstyrjöldina menn eru að horfa til einhverja sko klassískra kristina gilda, sko, og mér það, sko, ég vita það kannski ekki allir, en alltaf fáni Evrópusambandsins, það að segja ringurinn sem sagt tákmynd Maríu Guðsmóður, og þú séð þetta alltaf mörgum myndum sem hún er með svona stjörnukrans, sko, en svo alltaf hefur það breyst, sko, alltaf hafa komið náttúrulega ríki mótmælenda hinn líka stór, sko, þannig að og það var svolítið athyglisvert í Noregi, þar var maður sér alltaf bara Noregi, það er líka svolítið gaman að lesa umræðu í stærri löndum en Íslandi, maður sér svona önnur sjónarmið, sko, sem kannski eru bara fleira að taka þátt í umræðin. Þar var til mig svar á sínum tíma svolítið, þeirra svona hörðustu andstæðingar, þeir kölluðu þetta heilaga rómverska ríki, sko. Það voru svona heittrúaðir svona lúterstrúamenn sem vildi ekki gangi þetta kaþólska bandalag, sko. Já, einmitt. Þetta er alveg svona, ég veit ekki, ég vissi þetta ekki þetta með Maríu Maríu Guðsmóður, en það er líka eins og maður eins og Konrad Adenauer sem er fyrsti kanslari í sambandslífið sem er svona leikilmaður í þessu, og að það eru flokkarnir hægra megin sem standa að þessu, sko, svona miðhægri flokkar, kristilegur flokkar, sko, sósíaldemókrata flokkarnir sem eru kannski meira áberandi núna sem kannski svona sem stuðningsmenn þess að það voru alltaf upphaflega umfram allt þessi kristilegur flokkar, en sko Konrad Adenauer er ekki bara kaþólikja nafnum til, því að fólk sem svona fólki okkar samtíma er svo mikið kannski einhverja trúar á nafnum til, hann var mjög einlægur kaþóliki, sko, tók mjög alvarlega sem borgarstjóri í Köln fyrir á árunum áður en Nasrata komast í valda til meðalans helgidaglöggjöfina, sko, það væri svona þjóður alltaf ennþá stífur á, skilur, það sé ekki búðir séu lokaðar á sunnudögum, sko. Einmitt. Óþólandi þegar maður er að færast þangað, sko. En nei, ég veit ekki alveg hvernig þetta mun þróast, sko. Ég held reyndar að neyðið sé árið óumflýjanlegt. Heldurðu það? Já, ég held það. Er eitthvað kannanir konar nýverið? Ekki sem að ég er búinn að sjá, en hins vegar... En getur þetta ekki breyst bara með Jú, er ekki líklegt að þetta breytist bara og jásinnar fái byr í seglinu þegar sólinn fyrir að skína
ekki einhver svoleiðis taktík á baku þetta, þú veist, ástæðan fyrir það að ég ætlar að vera í svo góðu skapi og það verður svo gaman að kíkja í pakkan. Já, þú tekur betri viðskiptaákvarðanir þegar þú ert í vondu skapi. Þegar þú ert að fara að skoða húsuna eða eitthvað þannig, þá áttu að vera standi skilnaði eða eitthvað þannig, út af því að þá tekur betri ákvarðanir út af því að þú ert minna meðvirkur. Ég beti bara eins og þú ætti ekki að fara svangur út í búð, sko. Já, nákvæmlega. En svo líka með að kíkja í pakkar, það líka þarna, sko, það, ef mér skjátlast ekki, þá var það Steingrímur og Sigfússon sem á þetta hugtak, sko. Aha. Já, sem kemur sko til að því að hann náttúrulega þurfti, þetta er náttúrulega til heimabrúk, sko, gangvart sko, hans fólki, sko, að bara, þú veist, merkilegt einhvern veginn, sko, þetta er kannski einfaldara nú náttúrulega fyrir Ingu Sæland, sko, einhvern veginn bara, ég hætti bara ákvörðu þjóðarinnar, sko, og ég ætla ekki einu svona að skoðun, sko, en Steingrímur, hann býr þetta hugtak til, en mér skjátlast ekki, og það er semst en sko, sem var mikið gert grína, sko, af því að, þú veist, líka á þeim tíma, þegar við bara við veit alveg hvað Evrópusambandið er, það var ekkert að kíkja í pakkan, en nú er einhvern veginn, sko, virðast einhvern veginn, sko, þorri eiginlega allra aðelda sinna bara orðnir að Steingrími J, sko, og vilja bara kíkja í pakkan. Já, þetta er ótrúlega fyndið, sko. Akkur get ekki bara verið Evrópusamband sinna og rætt bara Evrópusambandi, ég meina, þú veist, það er, ég veit alveg að margir hafa bara eru bara mjög einlægir í þeirra afstöð Íslandi eigi að vera aðila Evrópusambandinu eins og Evrópusambandið er. En það sem er, og þetta fyrir mjög mikið tönum, og það er nú margir búin að nefna þetta, að það kannast enginn við það hvað Evrópusambandið er lengur. Búin að vera alveg harðir á því að Íslandi sé betur borgið innan Evrópusambandsins og vilja ganga þar inn. Og svo þegar þetta kemst á dagskrá, að þá kannast þeir ekkert við það að vita hvað Evrópusambandið snýst. Og ég meina, ég vil bara heyra fólk segja bara, ég er bara hlindu því að ganga inn í Evrópusambandið. En að hafa sagt það í svona langa tíma og svo allt í einu núna, ég veit ekki hvað þetta snýst, ég vil bara sjá hvað er í boði. Já, en þú segir líka náttúrulega, sko, þetta er eins og þegar það svo mokkin náttúrulega verið með mjög góðar fjallanir, sko, það var eins og þessi umræði sem voru ekki á hollenska þinginu, var það ekki það var sem stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru bara skýrir á því að, þú veist, Íslendingar fá ekki aðrar undanþágur í sjávarútvegsmálum og þú veist, sko, utanríkisráðherra hér inntur álits á þessu og þá segir hún bara, það er annað en mér hefur verið sagt, sko. Þú veist, það er svona. En hvað hefur henni þá verið sagt? Af hverju er ekki spurt af því? Þú veist, ef að þetta er raunverulega fyrir hendi, að hún hefur bara fengið einhvers konar, upplýsingar það að þetta sé bara allt opið og allir sé til í allt. Hún reyndar að fara að koma hingað bráðlega, þannig að þá kannski spyrja hann út í það. En mér finnst þetta rosalega skrítin svona aðdragandi. Það er manst eftir þessu líka þegar Guðlaugur Þór var einhvern veginn að spyrja Pavel út í einhverju upplýsingar sem var ekki aðgengilegar almenningi og það var einhver lokuð herbergi það hvað hefði farið þar á milli og almenningur er einhvern veginn ekki að það skemmir einhver samningsstöð okkar að láta almenning vita og ég eitthvað, hvernig? Við erum með einhverja afstöðu til málsins, við erum með einhverjar hugmyndir það hvað við viljum setja fram. Ég held að hræðslan sé aðalega bundin við það að við séum að vera að setja eitthvað fram og svo koma samningar og þá erum við búin að gefa ákveðinni atriði eftir. Eins og stjórnmáli eru almennt, en þá væri það bara svo vont upp á píarið fyrir seinnikosningar. Já, en þá kom, sko, en svo líka það hefur verið fundið að því að stjórnin hafi ekki sett fram samningsmarkmið sem er mjög gild gagnrýni, sko. En við vitum alveg, sko, að samningsmarkmið, sko, til þess að það gengi augun á þorra almenning, sko, að þú veist að þá náttúrulega hljómar það eins og það var Framsóknarflokkurinn sem sagt einhverju flokksþingi alltaf ekki, mann ekki hvort Halldór Ásgrímsson var ennþá formaður eða alltaf þau fóru að tala um að ljá máls á inngöngu Evrópusambandið að skoða málið og settu fram einhver skilyrði og þau voru náttúrulega bara á þá leið að Evrópusambandið myndi gangi í Ísland, sko. og veist, samningsmarkmið sem svona fjallu að viðhorf almennings yrðu þessu marki brennt, skilur þannig að þú veist, já, það blasir við, skilur það er náttúrulega bara hlegið út á borðinu, sko. Þannig að þess vegna þú veist, hefur þessi leikjafræði væntanlega verið sett með hætti
að við ætlum bara að fara að stað yfir myrkri sko. og við ætlum bara að sjá sko. Já, nei, og ég, eins og segi, eftir að tala við Jónas Hagan, þú veist, hver er hann? Hann er sem sagt frumkvöðull, er með ýmis fyrirtæki og hefur komið sér mjög vel fyrir, bara með sínum viðskiptum og mjög klár einstaklingur, en þá svona, þetta er svona, sko sjárhreyfingin er svo lítið byggð upp eins og við séum að ganga að einhverjum fyrirtækjarekstri, eins og hann nefndi sjálfur, þá horfir hann á þetta sem ákveðin svona fyrirtækja samruna, þar sem að vissulega og gefur eitthvað eftir en ábætin gæti verið margfalt meiri. Já. Og þá eru bara svo að mínum mati svo miklu fleiri breytur sem að þarf að vega þar inn í, eins og það hvort að ef að þessi fyrirtækja samruna er að eiga sér stað, hvort að það fyrirtæki sem þú ert að renna inn í, þá við erum litla fyrirtæki sem er rennin í stærra fyrirtæki, hvort að það fyrirtæki sé með nóg burðugar stoðir til þess að geta haldið áfram, og það er eitthvað sem er vegið þá inn í. En svo náttúrulega kemur líka inn í bara fullveldi, gjaldmiðlar og svona miklu stærri spurningar heldur en bara einhver kostnaðar ábatagreining sem er bundin við bara daginn í dag. Já. Og það því að við erum náttúrulega að tala um þjóðina, við erum að tala um Ísland, við erum að tala, þetta er ekki bara fyrirtækja samruni sko. En ég skil afstöðuna. Ég er ekkert eitthvað einu svona, og ég er ekki reiður út í neinni í þessum umræðum, ég finnst þetta svakalega skemmtilegt ef ég var hreinskilinn, en ég er ekkert einhvern veginn pirraður út í þá sem eru að tala fyrir því að við göngum inn í Evrópusambandið, en ég myndi þá bara vilja líka heyra að fólk vill ganga inn í Evrópusambandið, og þess vegna finnst mér það er svo auðvelt að fá þá sem eru svona 50-50 með þér í lið, út af því að eina sem að þú ert að biðja er bara að þú fáir að kíkja í pakkan. Sjáðu líka samt eitt sko, hverju tala helst fyrir aðild og svona bara maður sér þetta svona í kringum sig sko, hverju eru þessi hörðustu stuðningsmenn? Það er fólk sem ég þekkti úr Sjálfstæðisflokknum. Það er miklu frekar heldur en sko samfylkingafólki sko, og ég held að þú veist að sko sögulega að sko hörðustu stuðningsmannir voru með fólk úr atvinnulífinu, þetta ásóldi rætur í félagi iðnrekenda, þeir voru sem verður svo samtökuðinarins, þeir voru mikilli Evrópu samvinnu sko þegar bara þar að því að sko það voru aðildina eftir fylgdi heilmikið atvinnurekenda samstarf sem að iðnrekendur tóku með virkan þátt í, og þannig að það varð tíma mjög varð bara yfirgnæfandi stuðningu meðal iðnrekenda til inngöngu Evrópusambandið, þannig að þetta kemur sko svona einhver raunveruleg barátta fyrir þessu kemur umfram allt úr atvinnulífinu upphaflega. Og ég ætla bara að þekki þetta ágætlega, ég skrifaði nú skráði endurminningar Helga Magnússonar sem var formað samtaka iðnaðarins og mjög einlægur baráttumaður fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið og er enn og og þannig að það er mjög athyglisverð saga líka sko, og mér finnst þetta endurspeglast ennþá, þetta er umfram allt fólk sem að einhvern tíma maður hefði kallað sjálfstæðisfólk sko. En það sem er kannski stóra breytingi núna frá því sem var þegar Ísland sótti Evrópusambandsaðild sannarlega, menn tók ákvörðun að sækja aðild 2010, að stóra breytingin er að sko hvortveggja atvinnurekenda samtökin og samtök launafólks er á móti núna sem voru ekki áður, þau voru ég held að bara flestöll samtök á þessu sviði voru frekar hlynnt aðild á sínum tíma. Það er henni sama vegferð og ég er búin að taka í þessu, er að ég taldi bara að, og mögulega á þeim tíma hefði ég verið tilbúin að ganga þar inn og einfall út af því að við værum að fella niður ákveðnar svona hindranir gagnvart viðskiptalífi og gagnvart öðru, en aftur á móti þegar að Draghi kemur fram með þessa skýrslu að þá er það ákveðið bara svona eins og segir, lykilgagn í því að meta kosti og galla þess að ganga þær inn fyrir atvinnulífið, og atvinnulífið hlýtur þá að horfa á þetta og hugsa, nei, það getur ekki verið að það að við förum að taka upp þetta regluverk af fullu að það muni koma til með að gagnast okkur. Þess vegna er þetta er ekkert skrítið. Já, og líka sko, líka frá sjónarhóli launafólk sko. Og ég sé eins og bara
Það er að segja ég hefði bara ekki bara einhvern veginn ekki sett mig almennilega inn í það fyrir ég heyrði viðtalið Sólveigu Önnu daginn, Jónsdóttur, það sem hún var einmitt að tala sko að forystumenn launafólks á Íslandi sjá það að það sé það sé auðveldara, það er að segja þeir muni missa ýmis tæki og tól til þess að geta haft áhrif á vinnumarkaði, það er að segja að við gengjum í Evrópusambandi og þannig að en þetta er stóra breyting og þetta er líka náttúrulega sko því að þú myndist á Noreg og við eigum bara eðlilega og svona skoða mikið Noreg því það er náttúrulega það land sem stendur okkur næst í þessu tilliti að sko þeir þar, ég veit ekki hvernig það er núna, ég hef ekki séð það nýlega en þar sko mjög lengi afstæðan verið þannig að almenningur hefur verið á móti sko stóru flokkarnir, hægri flokkurinn og verkamannaflokkurinn hafa verið með og atvinnurekenda samtök og samtök launafólks það er samtök og vinnumarkaði líka en bara almenningur hefur ekki verið með sko. Og en þannig að þetta er mjög stór breyting sem við orðið sko núna. Já, það verður allavega í það minnsta áhugavert að sjá hvernig þetta þróast en við þurfum eiginlega að fara að ljúka þessu, við erum búin að vera hérna í rétt rúman klukkutíma og þetta er búið að vera frábært að vera hérna með þér og ég vissi reyndar og ég mun kalla í þig aftur út af því að núna verður þetta svo þannig að reyndar var það út af skipulagsbreytingunni þá er þetta síðasti þáttur sem verður 10:00 en alla jafna verði ég klukkan 1 á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum og það eru nokkrar aðrar breytingar sem eru líka í þessu stað en ég mun alveg 100% hóa í þig aftur til að koma í beina útsendingu sem ég reyndar leti ekki vita í beina útsending en það er líka bara gott ég er búin að ragga mig já, það var flott að renna bara svona í beint í djúpulegina en Björn Jón, takk æðislega fyrir að koma takk hjá fyrir mig og þangað til næst